takk fyrir og takkir til félags atvinnurekenda fyrir að bjóða okkur að vera hér í dag og segja ykkur frá því hvernig við höfum leitast við að sýna grænt frumkvæði. Ég ætla aðeins að segja ykkur fyrst hvað við erum hjá Orku náttúrunnar. Í grunninn þá framleiðum við og seljum rafmagn til allra landsmanna og framleiðum það og seljum á ábyrgan og umhverfisvænan hátt. Við gerum mjög margt en svona til að nefna það helsta að það seljum við rafmagn til 10.000 fyrirtækja landið allt, 70.000 heimila. Við erum með 10.000 Íslendinga sem að koma heimsótt til okkar á jarðhitasýninguna við Hellisheiðarvirkjun á hverju ári og 90.000 ferðamenn. Við erum með götulýsingaþjónustu fyrir sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu. Næstu því allir, ef ekki allir rafbílaeigendur, eru viðskiptavinir okkar í gegnum hlöðunettið sem að við höfum sett upp hringinn í kringum Ísland. Og svo erum við jarðhitagarð Orku náttúrunnar sem ég segi hans betur frá á eftir. En þetta svona það sem að við erum snúist í grunninn. Við erum hluti af Orkuveitu samstæðunni og sem er í eigu Reykjavíkur að mestum hluta og aðeins minni hluta í eigu Akraness kaupstaðar og Borgarbyggðar. Orkuveita Reykjavíkur er móðurfélagið. Þar eru 4 dótturfélög, það er 1 alveg glænýtt. Glænýja dótturfélagið heitir Carbfix og það var stofnað í kringum Carbfix aðferðina sem að ég segi líka aðeins frá að eftir. Og hin 2 systurfyrirtækin okkar eru Veitur sem eru eina fyrirtæki í samstæðinu sem starfar á grunni sérleyfis og sér að veita heitu og köldu vatni á Stóru-Reykjavíkursvæðinu, dreifir rafmagninu og sér fráveituna líka. Og svo er það gagnaveitan sem er með ljósleiðara á höfuðborgarsvæðinu. Þetta erum við, svona grunnmálin, þá eru þau afgreidd og þá er það efni fundarins sem eru umhverfismálin. Og starfsemi okkar, hún byggir á því að nýta auðlindir sem við erum með. Bæði erum við með vatnsaflsvirkjun í Andakíl í Borgarfirði, litla, hún er 8 megawatt. Stærstu virkjanir okkar eru 2 og það eru jarðvarmavirkjanir á Hengilssvæðinu. Og það að starfsemin okkar byggist á nýtingu þessa náttúru auðlinda hefur í rauninni för með sér og þarf að gera það að við erum með umhverfismálin allt líkandi og í miðjunu á öllu sem við gerum. Það hefur alltaf verið mikilvægt og eins og hefur komið fram að verða mikilvægara og mikilvægara og við erum öll farin að skilja það miklu betur heldur en við gerðum kannski fyrir ekkert svo mjög lengur síðan. Og þessi þunga áhersla Orku náttúrunnar og Orkuveitu Reykjavíkur á umhverfismálin og það að þau eru og hafa alltaf verið mikilvæg í ákvarðanatöku hjá fyrirtækinu. Það er svona eitt af því sem er svolítið svona kjarnir ekki bara í starfseminni heldur líka hjá starfsfólki. Og við finnum það mjög sterkt alltaf að það er eitt af því sem gerir fólk stolt að því að vinna fyrir þessi fyrirtæki. En það er erfitt að ræða umhverfismál, finnst mér aðeins að tengja það við loftslagsvána eins og þau sem koma undan mér hafa verið að gera. Og við sem einstaklingar og við sem erum að vinna hjá fyrirtækjum og stjórnvöld sjálfsögðu líka þurfum bara alltaf að vera að hugsa það hvað það sem við getum gert. Og þessi umræða er sem betur fyrir komin á gott skrið og það má skipta svona því sem við getum gert í 3 meginflokka. Fyrsti flokkurinn það eru orkuskiptin, að skipta yfir úr jarðefnaeldsneyti sem mengar og losa mikinn koltvísýring yfir í endurnýjanlega orku. Og við á Íslandi erum komin langt þar en við eigum ennþá eftir að skipta út jarðefnaeldsneyti í samgöngum og í haftengdri starfsemi. Svo er það þetta breytta hugafar sem er þarna í miðjunni sem er aðeins komið í gang en ekki neitt rosalega mikið og það snýst að hætta að hugsa línulega eins og við höfum verið að gera með langan tíma og það er að skila okkur í rauninni í mjög alvarlegum vandamálum. Að þurfum að hætta að hugsa línulega, framleiða, nota, henda og hugsa meiri hring. Vegna þess að þá ef við hugsum neysluna okkar meiri hring og fyrirtækin fara að hugsa það hvernig þau geta boðið upp á þjónustu og vörur sem eru hring, að þá mun heildarlosun minnka.
Greta nefndi skemmtilegt dæmi hérna áðan einmitt skyndibitamatinn. Þar þá búið að hanna drastlið úr fötunum hjá KFC. Getur borðað það líka og þá verður ekki til úrgangur. Og þetta dæmi góða hringhugsun. Og hún þarf bara að vera sífellt sterkari og því fleiri fyrirtæki sem að skoða hvernig þau geta nálgast sína vöru og þjónustu og breyttinni eða bara farið yfir eitthvað allt annað, að það hjálpar mest. Og svo það nýsköpunin sem má ekki gleyma vegna þess að áhersla á græna nýsköpun, hún gefur af sér, ef hún heppnast vel, að þá gefur hún af sér eitthvað sem við getum gert og eitthvað nýtt og getur orðið til þess að við getum tekið meiri stökk, stærri skref í átt að minni losun. Og ég ætla núna að fara nefna nokkur verkefni, helstu verkefni sem við erum með í gangi hjá Orku náttúrunnar og myndu falla undir þessa 3 flokka. Þetta sennilega þekktasta verkefni okkar, en þetta hlöðurhringurinn. Þetta verkefni byrjaði árið 2014 og það var samstarf við Nissan Evrópu í gegnum BL bílaumboðið og þau ákváðu að gefa hlöður til Íslands þegar þau byrjuðu að selja Nissan Leaf á Íslandi. Þarna voru 100 rafbílar á Íslandi og það var engin eftirspurn eftir þessar þjónustu. Það voru bara 100 rafbílar, þannig að það þurfti einhver að taka af skarið og taka að sér að byggja þetta upp áður en eftirspurnin var komin. Og við gerðum það og höfum verið í því síðan og ætlum að halda því eitthvað áfram, en sem betur fer eru komin miklu fleiri fyrirtæki í þessa vegferð með okkur. Við erum ekki ein, en erum mjög stolt af því sem við höfum gert og munum halda áfram að skoða hvernig við getum hjálpa til í þessum málaflokki. En samgöngur eru mikilvægur og það alveg öruggt að það á snemmt að veðja á rafmagn sem eina orkugjafan fyrir samgöngu framtíðarinnar. Þetta verður blanda af orkugjöfum, þetta verður rafmagn, vonandi líka metan og vetni verður alveg örugglega hluti af samgöngu framtíðarinnar. Og við erum í verkefni sem samstarfsverkefni milli nokkurra fyrirtækja á Íslandi, styrkt af Evrópusambandinu og okkar hlutverk í þessu verkefni að framleiða vetni við Hellisheiðarvirkjun. Það spurning hvenær en ekki hvort þessi þróun fer af stað og vetni hentar vel í þungaflutninga og langa vegalengdir og þunga bíla og jafnvel skip og aðeins lengra inn í framtíðina flugvélar. En að því að ég alltaf að tala bætta nýtingu, að nota minna og nýta betur og við sem erum í orku- og veitugeiranum, við hugsum rosalega mikið þetta sem fyrir neðan jörðina, meðan aðrir gera það kannski síður sem betur fer, það ekki nema þegar eitthvað bilar og þá það oftast eitthvað alvarlegt, hefur alvarlega afleiðingar fyrir okkur. En þarna eru mjög mikil tækifæri til þess að nýta betur það sem þarna fer bæði fyrir einstaklinga og fyrirtækja, eins og hann var að segja frá okkur frá hann Hreinn og Greta gerir líka hjá Krónunni, að nota minna rafmagn, nota minna vatn. Vegna þess að þú sparar bæði pening og svo það líka hagkvæmt fyrir þá fjárfestingar, það betra fyrir fyrirtækin sem eru að keyra þessi kerfi sem geta búið hagstæðara verð. Svo eru tækifæri líka þarna í kerfisleg tækifæri og ég veit það að systurfyrirtæki okkar Veitur eru mikið að hugsa það hvernig þau geta þróað þessi kerfi áfram þannig að það verði meiri hringhugsun og til dæmis ekkert endilega sjálfsagt að skolpi fari út í sjóinn. Það bara alls ekkert sjálfsagt og ekkert gert allstaðar, en þannig það hjá okkur og það þarf ekki endilega að vera þannig. Og það eru líka tækifæri í rafmagnsdreifingakerfinu til þess að nýta betur og þegar við verðum komið með snjallmæla þá munum við stýra, þá verður verðinu stýrt þannig að það verður lægra á nóttunni og hærra á daginn, þannig að þá hvetur það meðal annars rafbílaeigendur til þess að hlaða bílana sína á nóttunni þegar verðið lægra og þar með bætu við nýtingu kerfisins. Það þarf að virka minna til þess að uppfylla sömu rafmagnsþörf. Við erum í margs konar rannsóknarverkefnum hjá Orku náttúrunnar. Við erum með þessar stóru virkjanir, 303 megavatt af rafafli í Hellisheiði og 120 á Nesjavöllum. Og þetta eru risastór tæki, stórar fjárfestingar og
við erum í ýmsum verkefnum sem að miða að því að nýta þær betur. Það er bæði betra fyrir reksturinn því að þá þurfum við að endurnýja sjaldnar og það er betra fyrir umhverfið vegna þess að þá þarf að framleiða færri íhluti á lífitíma virkjana. Og þetta eru flókin verkefni, þetta eru viðkvæm tæki en mikilvægt enga síður að hugsa hvernig við getum þróað virkjanrekstur áfram þannig að hann verði alltaf betri. Og þetta eru samstarfsverkefni með erlendum aðilum og íslenskum aðilum eins og Háskóla Íslands og Nýsköpunarmiðstöð. Svo mér langaði rosalega mikið að taka alveg fullt af dæmum það sem að önnur fyrirtæki að gera í því að skoða hvernig þau geta innleitt hringhugsun og bætta nýtingu og alls konar í sinni starfsemi. En ég ákvað að velja eitt af því að ég fekk bara 20 mínútur eins og aðrir. En það er eitt dæmi að norðan. Það eru nokkur sveitarfélög sem eru komið lengra en mörg önnur í þessara hugsun. Og Akureyrarbær er eitt af þeim sveitarfélögum. Og þarna eru þau að nota olíu sem við þekkjum öll og notum. Við erum flesta hendin í vaskinn og svo fer undir sjó. Þetta er línulega hugsunin. En þau fyrir norðan, þau eru að leggja á sig, bæði einstaklingar og vistorka, að safna olíu í ílát og afhenda til vistorku sem að framleiðir úr olíunni lífeldsneyti sem er notað á strætóa fyrir norðan og í báta, orkaujar. Þannig að þetta er alveg til fyrirmyndar og það var þetta að nefna mörg svona dæmi en það eru ennþá of fá fyrirtæki að hugsa svona en þeim fer fjölgandi. Og mér langaði svona bara rétt að segja ykkur frá hringrásarhagkerfinu örstutt að minna á það en það er svo mikilvægt og nefna það að Finnar eru komin mjög langt með þetta og það er til mikillar fyrirmyndar og við þurfum ekki alltaf að vera að finna upp hjólið, Finnar, við getum horft til Finna. Stjórnvöld þar, þau tóku ákvörðun, mjög hugrakka og flotta ákvörðun fyrir þó nokkrum árum síðan að Finnland skyldi verða hringrásarhagkerfi sem gæti orðið til fyrirmyndar fyrir aðra þjóðir. Bara hvet ykkur til að googla þetta og skoða. Þarna eru bara mælanleg markmið og mælikvarðar fyrir Finnland til þess að ná sínu markmiði að vera orðin til fyrirmyndar 2025 og leiðbeiningar fyrir einstaklinga og fyrirtæki það hvað þau geta gert til þess að vera með. Og þá ætla ég að segja ykkur frá einu verkefni sem er mjög mikilvægt fyrir okkur hjá Orku náttúrunnar og það snýst það að þessa meiri áherslu á þessa hringhugsun. Að nota allt betur, að nota úrgang til þess að búa til verðmæti og minnka neikvæð umhverfisáhrif. Og það er jarðhitagarður Orku náttúrunnar, hann er staðsettur við Hellisheiðarvirkjun, miðja vegusirka milli Reykjavíkur og Þorlákshafnar. Hér er mynd af Hellisheiðarvirkjun. Tilgangurinn með þessu verkefni sem að jarðhitagarður Orku náttúrunnar í þríþættur. Það er að nýta betur auðlindirnar, að stuðla að nýsköpun og skapa verðmæti. En það er þannig að þegar rafmagn er framleitt með jarðvarma að það verða til að kemur meira upp úr jörðinni heldur en það sem er fullnýtt í dag. Og svo er það líka þannig að það er ekki fyrirtæki út í heiminn sem að bíða eftir því að fá pláss við jarðvarmavirkjun einhvers staðar í heiminum til þess að vera með sína framleiðslu. Og þess vegna að því að við ákváðum að draga að fyrirtæki sem hefðu áhuga að skoða þetta með okkur og verða viðskiptavinir jarðhitagarðsins, þá kallar það á nýsköpun. Fyrirtæki sem koma til okkar þurfa að vera tilbúin til þess að prófa okkar nýtt. Það er ekkert endilega venjulegt að vera við jarðvarmavirkjun og með framleiðsluna sína þar. En það er samt þekkt. Og HS Orka í rauninni, og Albert Albertsson í HS Orku, hann innleiddi þessa hugsun inn í orkugeirann fyrir löngu síðan. Og þessi þróun og þessi hugsun er rík í jarðvarmageiranum á Íslandi. Og svo sjálfsögðu skapar þetta verðmæti, bæði fyrir okkur. Við erum þá að selja meira heldur en bara þessar hefðbundnu vörur sem eru rafmagnið og heita vatnið sem við framleiðum líka. Og svo er þetta líka tækifæri fyrir okkar viðskiptavini í jarðhitagarðinum að skapa sín verðmæti. En það sem við höfum sett okkur sem markmið er að verða kolefnishlutlaus 2030 sem að þýðir það að það verður ekkert vinnsluspor frá okkar virkjunum og í gegnum jarðhitagarðinn ætlum við að stuðla að arðbæru hringrásarhagkerfi.
Það er að gera þetta með mörgum leiðum, en svo leið sem við ákváðum að fara, að það er að deiliskipuleggja land við virkjunina og hluti af því sýndur hér á þessari mynd. Þetta eru 100 hektara svæði og þarna eru vörur, auðlindastraumar til sölu sem má sjá þarna til hliðar. Og hér mjög einföld skematísk mynd af jarðhitagarðinum. Þarna lengst til vinstri hjá ykkur, þar er borhola og það sem kemur upp úr henni. Og það sem kannski skiptir mestu máli í þessari mynd er það fara 2 straumar til viðskiptavina. Það er 2 vörur. Það er rafmagnið sem við seljum til okkar viðskiptavina og svo er það heita vatnið sem við seljum til systursfyrirtækis okkar Veitna og Veitur dreifa og selja til sinna viðskiptavina á höfuðborgarsvæðinu. En í jarðhitagarðinum, þar sjáum við að þar eru 6 vörur í boði. Og rafmagn og heita vatnið er hægt að kaupa allstaðar frá okkur, en þessa 4 fyrir neðan, það er bara hægt að kaupa í jarðhitagarði Orku náttúrunnar. Og þetta ég vildi ekki hafa tíma til að segja ykkur allt sem í gangi í jarðhitagarðinum. Ég ætla að taka 2 dæmi sem við erum mjög stolt af. Það fyrsta er fyrirtæki sem heitir Algae Innovation. Þau komu til okkar, til Íslands árið 2017 eftir margra ára viðræður við okkur og í samvinnu við Íslandsstofu. Þar sem við lögðum fram þá hugmynd til þeirra að þau kæmu til Íslands og myndi framleiða örþörunga með því að nota koltvísýring frá Hellisheiðarvirkjun. Og þetta er önnur meginleiðin sem við ætlum að nota til þess að eyða losun frá virkjunum okkar. Að það er að hagnýta koltvísýring. Og þetta fyrirtæki passaði vel við okkar hugmyndir vegna þess að þeirra áhersla er á umhverfið, sjálfbærnina með þunga áhersla á umhverfisþáttinn sem eru fyrirtæki sem við viljum fá í jarðhitagarðinn. Þau komu 2017 til okkar, gerðu tilraunir í ár á tilraunasvæði sem er við Hellisheiðarvirkjun og eru rauninni frekar frumstætt svæði. Þetta eru gámar sem eru í liggja leiðslur sem fæða straumana sem eru til sölu inn í gámana. Og það er hægt að gera tilraunir með þá. Það gekk vel og það vel að þau fengu fjármagnun og eru byrjuð að framleiða örþörunga í þessari byggingu sem sýnd hérna neðst á myndinni. Þetta er mjög áhugaverð vara og þetta eru örþörungar sem ljóstillífa og þurfa það svona koltvísýring, ljóstillífandi lífverur þurfa koltvísýring og steinefni og vatn og hita. Og með inn í þessum plexiglerunum sem eru þarna, þá vaxa örþörungar sem eru mjög næringaríkir og Algae Innovation er að framleiða næringu með því að nota miklu minna vatn og miklu minna land heldur en með hefðbundinni matvælaframleiðslu. Og það er mjög líklegt að svona matur verði miklu meiri hluti af okkar fæðuframboði. Þannig að við getum farið í Krónuna og keypt svona eftir ekkert rosa langa tíma. Þetta ekki sammála? Já. Þetta er örugglega á kortinu hjá þeim. Og svo er það hitt verkefni sem langað til að segja ykkur frá, en það er nýsköpunarfyrirtæki frá Sviss sem heitir Climeworks. Þetta eru frumkvöðlar sem ákváðu að þróa aðferð til að fanga koltvísýring úr andrúmslofti, lágum styrk. Og það sem við erum að gera með þeim, vísindafólk Orkuveitu Reykjavíkur, er að taka við koltvísýringunum þegar þau hafa sogað hann úr andrúmsloftinu með þessari aðferð og dæla honum niður í basaltið sem undir jörðinni og stengera. Þannig að hann losnar aldrei upp úr jörðinni og verður ekki hluti af vandamálinu sem hlýnun jarðar. Þetta fyrirtæki hefur verið að gera tilraunir hjá okkur núna í sennilega hátt í 2 ár og það verður mjög spennandi að fylgjast með framhaldinu hjá þeim. En þá er það Carbfix aðeins. Eins og ég sagði áðan þá er þetta svona önnur megin leiðin sem við ætlum að nota til þess að minnka og eyða losun frá okkar framleiðslu. En þetta er aðferð sem þið hafið mörg örugglega heyrt nú þegar. Hefur vakið mjög mikla athygli í vísindafélaginu mjög lengi. En er komin meira í umræðunni núna og það eru spennandi tímar fyrir þessa aðferð nú þegar þetta nýja dótturfélag hefur verið stofnað. Við erum mjög stolt af því að vera fyrsta fyrirtækið sem notar þessa aðferð til að taka ábyrgð á eigin losun. Við erum að dæla niður 1/3 af okkar losun frá Hellisheiðarvirkjun með þessari aðferð og erum að
taka næstu skref í að minnka losun bæði með hagnýtingunni sem ég nefndi áðan og með því að taka næstu skref í kolefnisbindingu með Carbfix. En þetta var þróað af vísindafólki, þessi aðferð af vísindafólki OR, vísindafólki Háskóla Íslands og vísindafólki annars staðar í heiminum líka. En þetta dæmi nýsköpunarverkefni sem hefur borgað sig. Og það var þannig 2011 það bil að þegar átti að taka ákvörðun það hvernig við ætluðum að dæla niður gasi frá Hellisheiðarvirkjun. Upphafið að þessu verkefni var í rauninni brennisteinsvetni en ekki koltvísýringur. Og það svo kom í ljós að sama aðferðin virkaði til þess að dæla niður koltvísýringi. Ef við hefðum ákveðið að nota lausnir sem voru til, bara hefðbundnar lausnir, þá hefðum við þurft að eyða töluvert miklu meira í fjárfestinguna. Við hefðum þurft að eyða 2,5 milljörðum í staðinn fyrir 750, þar sem að 750 milljónir duguðu okkur til þess að dæla niður þriðjungi af koltvísýringnum og 2/3 af brennisteinsvetninu frá Hellisheiðarvirkjun. Og svo kostar miklu minna að reka Carbfix aðferðina heldur en hefðbundnar aðferðið. Þannig að við yfir 20 ára tímabil hefur reiknað út að við erum að spara 13 milljarða með þessari einu stöð sem að sett var upp. Og eins og ég sagði áðan þá erum við að taka næstu skref í því að nota Carbfix, í því að minnka okkur losun og þannig að hún verði eins nálægt 0 og hægt í síðastalega árið 2030 og gera það á sama tíma með að hluta til með hagnýtingu koltvísýrings. Og vonandi verðum við ekki lengi eina fyrirtæki sem að nota þessa aðferð til þess að binda losun. Og ég alveg viss að kollegum mínum hjá Carbfix mun takast vel að breiða þessa aðferð út. Þannig að þetta með þessari aðferð þetta að taka stór skref í einu og þetta hentar vel fyrir fyrirtæki sem eru að losa í einhverju magni. Ég þakka kærlega fyrir mig.